Í dæmi 19 þá fáum við upplýsingar að þyngd laxa sem veiddir voru og þetta sett upp í tíðnitöflu og við að ljúka við hana. Hér sjáum við þyngd laxana á ákveðnu bili og hérna fjöldi hverra laxa í hverju bili. Og til þess að geta reiknað út úr svona bilskipti tíðnitöflu þá þurfum við að búa okkur til miðpunkt. Ég ætla að setja hann inn hérna handvirkt, en miðpunkturinn virkar rauninni þannig að maður leggur saman þessar tölur og deilir með 2. Í þessu tilfelli það bara talan sem dettur hérna í miðjunni. Til dæmis 4 + 2 = 6 og ég deili því með 2 þá fæ ég 3. Og næsta tala væri þá 6 og ef bilin alltaf jöfn, sem er jafn stór, þá nóg fyrir mig að finna fyrstu 2 tölunar og draga hérna niður fyrir rest og þá sjáum við að tölunar passa hérna alltaf í miðjuna. En nú skulum við reyna að ljúka við þessa töflu og maður byrjar alltaf á því að leggja saman heildarfjölda F. Svona, og nú ætlum við að finna safntíðni. Safntíðni byggist upp á því að við ætlum að safna upp þessari tíðni hér. Þannig að fyrsta talan í safntíðni alltaf svo sama og fyrsta talan í tíðninni. Þessi hér. Næsta tala aftur á móti byggist upp á því að við bætum þessari við töluna sem kemur á undan. En við þurfum að gera þetta á þennan hátt. Næsta tala sem kemur plús sú tala sem ég hef reiknað á undan. Þessi hér. Og þá sjáum við það að 4 og 5 orðið 9 samtals. Og af því ég gerði þetta svona, sem þetta valdi þessa og þessa, þá get ég dregið niður og Excel setur sama útreikning í þessa hérna reiti. Svona. Og ef ég sé að safntíðni mín, síðasta talan hérna, sú sama og heildarfjöldin í F, þá ég að gera rétt. Nú ætlum ég að setja upp hlutfallstíðnina í þessu. Hún fundin með því að finna hlutfallið af hverjum fjölda fyrir sig í hverju bili og deila þá með heildarfjöldanum. Það gerum við svona. Þessi tala hér og deilum henni með heildarfjöldanum. En það sem ég ætla að gera nákvæmlega sama hérna alveg niður, þá ætla ég að festa gildi af þessari tölu þannig að hún verði alltaf hluti af útreikningnum í þessum reitum. Og ég geri það með því að fara hérna á milli bókstafs og tölu og setja dollarmerki. Þannig festi ég gildið. Svona. Nú get ég dregið niður hérna. Og svona. Og ef ég legg þetta saman og ég fæ 1, þá ég nú 99% að gera rétt. Mér finnst skemmtilega að sjá þetta í prósentum. Þannig að ég ætla að setja þetta svona upp og hafa þetta bara svona. En hér, eins og þá ætla ég að safna upp hlutfallstíðninni. Þetta heitir safn hlutfallstíðni. Við gerum það nákvæmlega sem við erum að gera hérna í safntíðninni, en við notum þessa tölur. Þannig að fyrsta talan hér þá fyrsta talan hlutfallstíðninni. Næsta tala aftur á móti byggir þá á því að ég bæti þessari við þá tölu sem ég hef reiknað út á undan. Svona. Þá ætti það að ganga upp að draga niður frá þessari tölu og enda hér í 100%. Við fáum síðan hérna spurningar út úr þessu. Hvað voru laxarnir margir? Og það alltaf heildar F-ið, eða heildarfjöldin sem segir okkur það. Við gerum jafnt og hérna og veljum svarið héðan. Svona. En næsta spurning öllu þyngri. Hver var heildarþyngd laxanna, allra laxanna samtals? Og til þess að geta fundið það út, þá þarf ég í rauninni að taka heildarfjölda
eða sem sagt fjöldan í hverju bili hérna og margfalda við miðpunktinn. Og miðpunkturinn, hann er hið raunverulega x, af því að hérna er ekkert alvöru tölugildi, en miðpunkturinn hefur gefið okkur alvöru tölugildi. Þannig við skulum prófa núna að búa til eitthvað sem myndi heita f sinnum x hérna og margfalda þá saman fjöldan og svo meðalþyngdina í rauninni í hverju bili. Jafnt og f sinnum x-ið ættu svo að geta dregið niður hérna því við erum að gera nákvæmlega sama og síðan leggjum við f sinnum x saman svona og þá er það þessi tala sem ætti að gefa okkur heildarþyngdina svona. Við erum beðin um að gera þetta á að vera stuðlarit og línurit eða tíðnirit. Í flestum tilfellum þá erum við bara að gera almennt súlurit. Þannig að ég ætla nú bara hérna erum við bara að gera súlurit og ef það er ekki beðið um neitt sérstakt í svona súluritum þá er nánast alltaf verið að biðja að við vinnum með f-tölunar. Við skulum bara prófa að setja það hér inn. Þannig að við veljum okkur tölunar hérna, náum okkur í súlurit til að vinna með, segjum bara þetta hér og við erum að hafa þetta eitthvað hér. Það sem við sjáum reynda strax er að þessar súlur hérna, ég ætla að setja bara data labels á þetta til að þetta verði skýrara. Þessar súlur hérna, við sjáum það að tölurnar sem eru hérna ofan á súlunum eru nákvæmlega þær sömu og við sjáum hér. En tölurnar sem við sjáum hérna fyrir neðan eru ekki þær sömu, þannig að við skulum skipta þeim út og þá hægri klikkum við á myndina og veljum select data. Hérna sjáum við tölurnar sem eru núna undir súlunum og við ætlum að breyta þeim. Mér langar nefnilega að sjá bilin. Þá velja ég bilin hérna inn í þetta og gera OK. Svona. Og svo skulum við merkja þetta. Við skulum bara tvíklikka hér til að byrja með. Þyngd laxa sem er ágætis nafn. En við skulum bæta við og þá þurfum við að vera stödd hérna í chart design. Við skulum bæta við nöfnum á ásana. Við skulum bara byrja hér. Við skulum bara skrifa svo förum við aftur hérna og hér skulum við bara skrifa fjöldi. Svona. Og þá er nú súluritið fara að innihalda allt það sem maður vill að innihaldi. Það er mjög gott að setja alltaf þessar svokölluðu data labels og merkja ásana bæði x og y og setja svo eitthvað nafn á þetta. Hér til hliðar virkar þetta nákvæmlega eins nema við erum beðin að setja safn hlutfallstíðni tölur. Og safn hlutfallstíðni tölur eru þessar hér og þið endurtakið þá bara leikinn þar.